Góðan daginn öll sömul og verið velkomin á þennan fræðslufund skrásetjara. Er viðvörulisti einhvers staðar hérna í gangi? Já, ég bara segja, hérna viðvörulisti sem fólk getur krossað við. Já, ef ekki að láta hann ganga kannski bara. Já. Svo góð punktar hérna að maður setur hér. Já, þetta hérna. Heyrðu, og svo upptaka gangi, við gátum því miður ekki verið með lifandi, sem sagt, hvað heitir það? Streymi á þessu, en eins og við gerðum síðast þegar við vorum hér, þá tökum við þetta upp og eftir fundi, ég veit ekki hvað þetta spurning um einhverja klukkutíma eða daga, Helgi, þá mun Helgi hérna búta þetta niður og senda þetta á, bara landskerfi síðan og þetta verið tilkynnt, þannig að þið getið þá skoðað uppnað þar og líka þau sem komist ekki, þannig að þetta verður fljótlega til þar. Og við erum alltaf hérna í Skráningarráði tilbúin til að svara spurningum hvenær sem og vissulega voru það spurningavatni, sérstaklega hjá þeim sem eru ekki hér, var náttúrulega spurningavatni hjá ykkur á eftir, en þau ykkar sem eru heim og eru að skoða þessa upptöku, kannski einhvern tímann á sunnudagskvöldi og hafið ekkert að gera, þá kannski vakna einhverjar spurningar og við reynum alltaf að svara eins fljótt og við getum og hvenær sem og ekki vera hrædd, við bítum ekki og ég held að þessi teljandi á fingurmannar handar sem við erum búin að fá svona hinn á þessi erindi, en þeir megi alveg vera óhrædd við að hafa samband við okkur. Og í samhengi við það þá auglýsi ég auðvitað síðuna sem allir kunna núna, sem sagt landskerfi.is /kerfin /gegni /skráningaráð eða bara googlið skráningaráð. Það kannski langi einfaldast og hérna því að þetta frábær leið til að fylgjast með og ég svolítið montinn af því hvað við höfum verið duglega því að koma sem sagt hérna fundagerðum funda fljótt á netið og þær eru iðulega því að við samþykkjum, förum yfir fundagerði mánuðinn á undan sem sagt og setja beint á netið, þannig að nýjasta fundagerðin á alltaf að vera það bil mánaðar gömul. Þannig að þetta mjög góð leið til þess að spyrja og ekki öll margbúin að lesa þessa fundagerðir. Þetta svona sömu við, ég man ekki hvort þau ykkar sem voru í fyrra muni kannski eftir, ég kom með fundagerðina prentað, ég ekkert að svíkja, það eru hér og ef það vantar eitthvað svona filler eins og það heitir á enskunni hérna, þá get ég lesað þær upp. En sem sagt, ég heiti Þorsteinn, kallaður Doddi, ég formaður Skráningarráðs sem samanstendur af snillingunum Maríu Bjarkadóttur, Sigríði Vilhjálmsdóttur eða Siggu og Sigurgeiri Finnsinni og mér sjálfum. Svo eru auðvitað yfirsnillingarnir Kristín Lilja Thorlacius Björnsdóttir, gæðastjóri Gegnis og svo Sigrún Hauksdóttir frá landskerfum. Og síðustu fundi hefur hún Bára Stefánsdóttir verið að kíkja á Teams-fundi hjá okkur. Þetta einvalið sem getur svarað öllum spurningum hvað sem sem þið hafið, þannig bara eins og ég segi, ekki hika. Í dag ætlum við að hlusta á 3 eða í raun 4 erindi úr heimi skráningarinnar. Þetta auðvitað heimur sem við elskum öll. Við fáum að heyra gildi góðra skráningar í gagnavinnslu og gæðaeftirliti sem meistari Sigrún Hauksdóttir segir frá. Svo það gervigreindin í skráningu með Kristínu Lilju og Maríu. Ég get ekki leikið þetta en það hljómar ekki svona, ég veit að þetta hljómar eitthvað útópískt og ógeðslega næs, sagði Kristín sjálfvirku skráninguna á Landsbókasafni í fyrra, þetta til á upptöku sko, en það verður ógeðslega næs að hlusta á þær á eftir. Svo verður hinn sívinsæli dagskrárliður hlé á eftir þeim og að því loknu hoppar hann Sigurgeir okkar hingað og segja okkur allt nafnmyndavinnu á Landsbókasafni og svo þegar öll nafn hafa verið lesin upp og sýndar myndir af þeim. Vá! Mán þetta verður. Ég held að Kristín var með að segja að þetta væri pínu fyndið, eða ekki? Og vandrarlegt bros. Þá tekum við skemmtilegt erindi sem heitir Örfréttir og áminningar sem Kristín Lilja fer yfir. Svo síðasti liður á dagskránni umræður og önnur mál og hann hefur iðulega verið það bil 37 sekúndur. En við ætlum að nýta þetta tækifæri, ég skora á okkur að nýta þennan vettvang, þennan fund og svo okkur síðan meira en að láta ljósika skína, spyrja okkur spjörunum úr og bara til að svala forvitnina, því að ég trú ekki öðru en að allur þessi fjöldi hérna inni hafi einhverjar
spurningar úr þessum dásamlega heimi okkar. Og talandi þann heim, þá þykir mér afar vænt að tilkynna ykkur gleðifréttir sem þið kannski hafið öll heyrt af nú þegar. En í fyrra á fræðslufundinum þá tókum við þá ákvörðun að láta fræðslufundin samþykkja yfirlýsingu til Háskóla Íslands að halda ætti námskeiðið skipulag þekkingar á hverju ári. Það hafði verið annað hvert ár. Við fylgdum þessu eftir og þau ykkar sem lásu fundargerð 157. fund skráningarráðs, þið gátu lesið að búið að samþykkja að námskeiðið skipulag þekkingar verði kennt á hverju ári frá og með haustinu. En námskeiðið verður nú með breyttu sniði. Námskeiðið verður kennt bæði fyrir nemendur og á upplýsingarhegðunarlínu og á upplýsingarstjórnunarlínum. Fyrri hluti námskeiðsins verður sameiginlegur og verður almenn kennsla í skipulagi upplýsinga og upplýsingakerfum. Hópnum verður svo skipt eftir línum þar sem annar hópurinn lærir bókfræðilega skráningu og hinn hópurinn skjalaskráningu. Áfanginn mun hafa hvor sitt áfanganúmer eftir línum og eingöngu þeim nemendum sem hafa lokið bókfræðiskráningar áfanganum verður heimilt að sækja skráningarnámskeið hjá Landskerfi. Svo bara þarf að skoða lausnir fyrir nemendur á skjalalínu sem vilja læra bókfræðiskráningarna líka. Þannig að þetta frábært mál, ekki bara alveg við hæfum að klappa bara fyrir þessu. Það er frábært. Svo náttúrulega áhugavert að segja frá hinu nýja RDA sem allir vita stendur fyrir Resource Description and Access. Hvað íslenskan fyrir? Já, það sem hún sagði. Atgangur og viðföng, eitthvað svoleiðis, já. Sem við verið að skoða. Það kemur ekki nokkuð fyrir næsta ári, en gífurleg undirbúningsvinna nauðsynleg og hittan af henni berum Kristín Lilja, en við í skráningarráði skiptum á milli okkar lista yfir þá staði í handbók skrásetjara sem þurftu lagfæringar og þetta var einstaklega skemmtileg leita, afrita, klippa og líma vinna hjá okkur, en það er alltaf eitthvað enn í svona málum. Það er nefnilega að koma nýr ritill í Ölmu á næsta ári og það er ýmislegt sem þarf að meta þar sem hefur áhrif á undirbúningsvinnuna framöndan og sú verkefnaáætlun er í höndunum á Kristínu, þannig að það verður kannski eitthvað að frétta af þessu. Já. En eins og ég sagði áðan, þá verða upptökur á glærur af fundinum aðgengilegar fljótlega eftir fundin og en áður en við kýlum þetta stað núna, þá vil ég dásama þennan frábæra og samhenta hóp hérna sem skipa skráningarráðið. Kristín, María, Sigga, Sigrún og Sigurgeir, svo kemur Bára auðvitað sterkinn. Við skjáumst allavega einu sinni í hverju mánuði, oftast annan hvern fimmtudag í hverju mánuði og svo þótti okkur Siggu afar vænt það þegar nóvemberfundurinn okkar í fyrra var haldinn á Akureyri. Og það reyndist vera frábær fundur og mikill áhugi á að endurtaka þann leik. Og frábær dagur þar á ferð og frábær fólk og þetta voru mjög nauðsynlegt, við vorum alveg að vinna, sko. Þannig að, og það til fundargerð fyrir þann fund, bara þannig vitið. Og þetta fólk er bara hvert öðru betra, þannig að ég vil bara að þið vitið það, sko. Svo vil ég líka þakka starfsfólki hér eða fyrir aðstofa aðstöðuna sem á Landskerfi fyrir veitingarnar og við miðum við að vera ekki lengur en til 12. Eftir hádegi verður svo aðalfundur upplýsingar og vorráðstefna notendahóp gegnsins en síðdegis verður vorgleði upplýsingar og ef við erum búin fyrir þá verður þetta bara lengri tími í hádegismat sem að allir fagnaði ekki. En okkur er það ekkert að vanbúnaði en að byrja á fyrsta erindi dagsins. Veturinn 20. Já. Viltu byrja á því núna eða á ég að kynna erindið fyrst? Kynna bæði. Kynna bæði, já, ok. Heyrðu, sem sagt, veturinn 2025-2026 vann Landskerfi bókasafn nýrri tölfræði og gagnavinnslu sem býður upp á mikla samþættingu gagna og opnar á nýja möguleika við greiningu og túlkun. Gagnavinnslan byggir á víðtækum undirliggjandi gögnum sem eru opin og auðveldar þannig gæðaeftirlit og samræmi. Í erindi sínu gildi góðra skráningar í gagnavinnslu og gæðaeftirliti beinir Sigrún Hauksdóttir sjónum að því hvernig þessi viðbót nýtist skrásetjurum til að bæta gæði skráningar og samræmi en hún ætlar að koma hérna upp og minnast þennar Hildar
og fer svo í erindi sitt bara á eftir helgi. Gjörðu svo vel, Sigrún.